Forstjóri Umhverfisstofnunar segir að landeigendum sé ekki heimilt að meina einum hópi manna að skoða staði en leyfa öðrum. Setja þurfi reglur hvert almenningur geti leitað sé brotið á almannaréttinum. Eigendur Kersins í Grímsnesi neituðu Wen Jiabao, kínverska forsætisráðherranum, Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra og fylgdarliði þeirra að skoða staðinn þegar þau voru þar á ferðum helgina. Samkvæmt lögum almenningi tryggður réttur til þess að ferðast Ísland og njóta náttúrunnar. Landeigendum þó heimilt að takmarka umferð lönd sín. Til þess að landeigandi geti takmarkað umferð óræktað land að þá verði hann hafa girt það af og sett upp skilti sem sýnir það að umferð sé óheimil. Og þá hún líka óheimil öllum, ekki bara einhverjum ákveðnum hópum. Þannig að hann ekki í rétti að velja út einhvern ákveðin hóp til þess að fara þarna? Nei, það okkar mat að það svo sé ekki. Samkvæmt reglunum þurfa þeir sem skipuleggja hópferðir í atvinnuskyni að hafa samráð við landeigendur. Kristín segir að það geti verið réttlætanlegt að banna umferð land ef það illa farið og mikil áníðsla á því. Reglurnar þyrftu hins vegar að vera skýrari það í hvaða tilvikum landeigandi megi takmarka umferð. Hvorki Umhverfisstofnun né önnur yfirvöld hafa heimildir til að grípa inn í ef brotið á rétti almennings að skoða náttúruperlur. Það komin tillaga það að slíkum atriðum væri þá hægt að beina til Umhverfisstofnunar sem myndi þá koma með einhvers konar úrskurð hvort brotið sé á almannarétti eða ekki.